Komið öll sömul sæl og blessuð. Hér eru spil dagsins fyrir ykkur sem ég dró áðan. Og ég seti enga dagsetningu á þessi myndbönd því að þetta getur verið hvaða tími sem er, bara þegar að þú sérð myndbandið. Þetta á bara við þann tíma. Ok, þá byrjum við. Það eru fuglar. Þegar ég valdi þessi spil saman þá var ég ekkert að spá í neinu slíku, en það eru mjög mikið af fuglum í þessum spilum. Og síðan eru krákuspilinu þetta alltaf með fuglum. Þetta spil heitir Distance, fjarlægð. Spilum við 38. Og hér er við að tala aðskilnað, einangrun, rifrildi, tilfinningalega fjarlægð eða líkamlega fjarlægð á milli, tveggja eða fleiri einstaklinga. Það er athyglisvert hvernig annar fuglinn horfir beint fram og virðist vera tilbúinn í samskipti við hinn sem að snýr höfðinu frá og er ekki eins viljugur. Og í staðinn fyrir að njóta umhverfisins og blómanna, fegurðarinnar í kringum, þá fer orka þessara fugla í að halda fjarlægð frá hvorum öðrum. Það er spurning hvar þú ert í þessari jöfnu. Hvor fuglinn ert þú? Ertu meðvitað, viljandi að halda fjarlægð frá einhverjum? Ef til vill einhverjum sem að er ekki góður fyrir þig, fer illa með orkuna þína eða hefur ekki jákvæð áhrif á þig eða þínu nánustu. Ertu kannski ómeðvitaður þessa fjarlægð? Einhver sem að þú þekkir eða jafnvel þér þykir vænt sé í raun og veru svona haldið út undan eða sé án þess að þú vitir af því eða áttir þig á því að bíða eftir þínum samskiptum. Það eru nokkrir möguleikar þarna í þessu spili og það er spurning hvað á við þig og þínar aðstæður. Þetta getur líka táknað bara 2 vini eða ástvini sem að myndu vilja verja meiri tíma saman, en fjarlægðin hefur neikvæð áhrif á samskiptin eða sambandi þeirra og þeir fjarlægjast í raun og veru hvorn annan sífellt meir og meir. Því stærra gap, því stærra bil sem myndast á milli þessara tveggja fugla, einstaklinga, því erfiðara verður fyrir þá að koma saman aftur, því að það krefst sífellt meiri orku og fyrir hvorn þeirra út af fyrir sig er
í raun og veru kannski minni og minni ástæða til að halda tengslunum því að mér sýnist þeir bara hafa það ljómandi gott þar sem þeir eru staddir. Þetta er eiginlega bara eitthvað sem þú þarft að spyrja sjálfa þig að, velta fyrir þér hvar þú ert staddur í þessari jöfnu og hvort að það sé eitthvað þarna sem þú vilji breyta og hvernig getur þú þá farið að því. Er það jafnvel of seint? Hvað olli þessari fjarlægð í upphafi og á það ennþá við eða hafa aðstæður breyst, hafa nýjar upplýsingar komið í ljós? Ertu betur staddur eða verr staddur með þennan einstakling í lífið þínu með því að gefa honum meira pláss? Þetta er allt spurningar sem þú þarft svolítið að velta fyrir þér. Svo tek ég eftir þessu fiðrildi hérna upp í horninu. Aðeins talað þetta hérna í skýringunum með spilinu líka. Að finnst þér ef til vill bara betra að vera á jaðrinum í þessu sambandi eða varðandi þennan einstakling eins og fiðrildi hérna sem sést bara hálft. Að dýfa bara tánni í svona stöku sinnum en halda þig alltaf á kantinum. Ok, tökum krákuspilið, sjáum hvað það gefur okkur. Þessi kráka er vatnsheld, waterproof. Þetta er spil númer 53. Já, sko, hér fæ ég líka tvenns konar skilaboð. Fyrir skilaboðin eru þau að þessi einstaklingur eða einstaklingar sem að þú heldur fjarlægð við, þeir hafa valdið einhvers konar sársauka í fortíðinni og nú ertu búin að brynja þig gagnvart þeim sársauka. Þessi sársauki getur verið á mismunandi stigum, nóg til þess að þér finnst þú þurfa að brynja þig og virða þannig þína líðan og þína tilfinningar. Og þú ert búin að verja þig það vel að í raun og veru kemst ekkert inn. Kannski ertu næmur einstaklingur sem þarft að gera þetta stundum og þú gæti verið einstaklingur sem að mikið leita til eftir aðstoð, eftir hjálp eða eftir samúð og þú vilt fegin veita slíkt, vera góður vinur í raun eða vera góður ráðgjafi, en þú þarft að verja þig til þess að tilfinningar og erfiðleikar annara setjist ekki að í þínu orkukerfi, skulum við segja, til þess að þeirra særindi verði ekki þín særindi. Þetta er leið líka, að vera vatnseldur, er líka leið til þess að þú getur umgengist ákveðna manneskjur kannski, ákveðna hópa af fólki, eða tekist á við ákveðnar aðstæður án þess að hljóta skaða af. Kannski er þetta eina leiðin fyrir þig til að umgangast aðra eða vera í ákveðinu orku
að verja þig svona vel. Þá getur þú verið með, þú getur sagt það sem þú vilt segja, þú getur hlustað á það sem hinir vilja segja. En þegar að því lýkur, þá gengur í burtu og hefur í raun og veru ekki tekið neitt af orkunni sem var í gangi með þér. Hvorki góðan ég slæma, því að, já, og það er svolítið góð punktur sem þeir eru að koma með hérna, að þú náttúrulega hleypir engu inn þegar þú ert svona velvarinn. Það er ekki bara neikvæða orkan sem þú heldur úti, heldur öll orka, jákvæð líka. Til dæmis það er að tala hérna einstaklingar sem hafa orðið illa úti í tilfinningamálum, ástamálum, sem loka hjarta sínu til að verja sig fyrir frekari sársauka. Þeir loka þannig líka á nýja tilfinningar, nýja ást. Þannig að það er bara gott fyrir þig að vera meðvitaður þetta og skoða svolítið hverju ert að verja þig fyrir. Er það jákvætt fyrir þig? Er það neikvætt fyrir þig? Ertu búin að finna þarna leið til þess að geta gert ákveðna hluti, umgangast ákveðna manneskjur? Ef að þú ert sáttur við það, þá flott, nýtt hana endilega. Ef að þú finnur að þú ert þar með að loka á allt jákvætt líka, allt nýtt, þá er spurning að þú endurskoðir þetta. Þetta eru skilaboð dagsins í dag til ykkar. Ok, þá er það fallega kærleiksspilið. Þakklætið flæðir til mín í fegurð kyrrðarinnar. Ég anda með fegurðinni og fyllist þakklæti. Falleg vetrarmynd hérna sem er svolítið lík svona þessum góðu dögum sem eru búin að vera undanfarið. Þá er ég ekki að tala þegar lægðirnar herja á, heldur svona inn á milli þegar birtan sýnir sig. Þetta er áminningum að vera þakklátur fyrir það sem maður hefur og að taka eftir fegurðinni, veita sér þann lúxus eða þau sjálfsögðu réttindi að sitja í kyrrð og þakka fyrir. Ok, þá ætla ég að þakka fyrir. Takk fyrir að horfa og hlusta. Gangi ykkur allt í haginn, ljós og kærleikur.